það skilur aldrei. Svo hann fundar hæst. Tekur hann. Efni dagsins áfallastreitu. Hverjum að diska koma fyrir frá Já, góðan daginn, velkomin. Gaman að ykkur mörg hérna og þeir sem eru að fylgjast með netinu. Við erum mættar hérna frá dag- og göngudeildar. Ég heiti Valdís Eyja Pálsdóttir og Karen Júlía Sigurdóttir er hérna með mér. Og við ætlum að fjalla áfallastreitu og flókna áfallastreitu. Þetta er alveg tvær aðskildar greiningar. Fara yfir þetta, hvað það er og af hverju þetta er mikilvægt. Og síðan meðferð. Það kemur hérna næstu glæru. Við skulum sjá. Ég ætla að byrja og svo tekur Karin við og svo reynir við að doktora við þetta. Og þetta fyrst að við höfum ekkert mjög langan tíma, þannig að mögulega verður þetta svolítið hlöð í yfirferð. Þannig þetta er svona yfirlitið. Þetta er til dagsins. Af hverju er mikilvægt að þekkja langtíma áhrif áfalla. Hverjar eru afleiðingarnar á áföllum og áfallastreitu. Og síðan förum við alveg í einkennin, greiningarskilmerkin áfallastreituröskun og hugróf sem að getur fylgt áfallastreituröskun, gerir það ekki alltaf en það getur gert það og þá flækir það málin. Og svo förum við í þessa flóknu áfallastreituröskun. Og að lokum, hvað síðustu línurnar þá ætlum við að fara aðeins yfir meðferð. Hvað segja klínískar leiðbeiningar meðferð þessum röskunum? Og hvaða meðferðir verður svona helstar, hvað er við að bjóða upp á hér á sjúkrahúsinu. Og bara vindum okkur í þetta. Af hverju þurfum við að þekkja og bregðast við langtíma afleiðingum áfalla? Það er nú í fyrsta lagi að einstaklingar með áfallastreituröskun eru líklegri en aðrir til að leita eftir heilbrigðisþjónustu. En oft er umkvörtunarefnið eitthvað annað. Það er ekki endilega víst að þeir viti að þeir meðvitaðir að þeir séu með þessa röskun. Þeir eru kannski að koma út af svefnerfiðleikum, einbeitingarerfiðleikum, þunglyndi, kvíða, áráttu og þetta eru punktar sem byrja þráhyggja, félagsfælni og líkamlegir verkir, svona óútskýrðir líkamlegir verkir. Þannig að þar af leiðandi þá er hætta á því að einungis sé unnið með umkvörtunarefnið en ekki undirliggjandi orsökina. Það er að segja áfallastreituröskunina. Og aðeins meira á þessum nótum. Það er mikilvægt að þekkja þessar afleiðingar og það eru margir sem upplifa áföll á lífsleiðinni, bara eru flest okkar, en alls ekki allir sem að þróa með sér áfallastreituröskun. Og rannsóknir benda til að þessi röskun sé vangreind í heilbrigðiskerfinu og svo kannski það er svo mikill ávinningur af því að greina þetta, því að margar rannsóknir hafa sýnt fram á það að meðhöndla áfallastreituröskun að það dregur úr öðrum erfiðleikum viðkomandi. Bætir almennt heilsufar og ónæmiskerfið. Og langtíma afleiðingar áfalla. Það getur náttúrulega bara haft áhrif á öll svið lífsins. Þarna erum við búin að skipta svolítið í þrennt, félagsleg áhrif, eins og lágt sjálfsmat, erfiðleikar í samskiptum og ekki síst bara skert starfsgeta. Þetta getur haft alvarleg áhrif á geðheilsu og það er náttúrulega áfallastreituröskunin sjálf sem við erum að fara að tala nánar á eftir. Og svo er mjög algengur samsláttur við aðrar geðraskanir. Það fer oft saman. Og þá erum við að tala þunglyndi, kvíðaraskanir, sjálfsvígshugsanir og tilraunir. Misnotkun áfengis og fíkniefna og persónuleikaraskanir. Og svo í þriðja lagi er mikill samsláttur við líkamleg einkenni. Það er til dæmis vitað að langtíma verkir eru 3 sinnum líklegri ef að áfallastreituröskun er til staðar. Og langtíma afleiðingar er líka það er ýta undir gigt, bakverki, höfuðverki, ofþyngd, sykursýki. Sjá þetta er mikil upptalning. Hár, blóðþrýstingur, hjartasjúkdómar, sjálfsónæmisjúkdómar, krabbamein, kvensjúkdómar, vandamál. Og í þessu sambandi er gaman að áhugavert að minnast á þessa frægu rannsókn. Ég vona að þið hefði öll heyrt minnst á ACE-rannsóknina. Einhver? Já. Hún var gerð í Bandaríkjunum, þetta var 95-97, þetta er reyndar að reyna að skauta mjög hratt yfir þetta. Risarannsókn, langtímarannsókn og þar var fólk spurt ýmis áföll, ekki endilega þröngt skilgreind áföll eins og er í sálfræði og geðlækningum, heldur bara erfiðar lífsreynslur.
í æsku, sem sagt fyrir 18 ára aldur, í hverju hefur þú lent og svo spurt 10 atriði. Helmingurinn af atriðunum snýr bara sem sagt manneskjuna sjálfa, lentur í líkamlegu ofbeldi, andlegu ofbeldi, kynferðislega misnotkun og svo helmingurinn bara eitthvað upplifir á heimilinu. Var einhver í heimilinu með geðröskun, var einhver í heimilinu með vímuefnavanda, fór einhver í fangelsi, var skilnaður. Þannig að það var, þegar fólk svarar þessum lista, þá bara svara já eða nei, getur það ekki fengið 0 stig upp í 10 stig. Og niðurstöðurnar þarna sýndu skýra tengingu milli þess að því fleiri stig sem fyrst á þessum lista, því verra heilsufar bjóstu við á fullorðinsárum. Og þá erum við ekki bara að tala um geðheilsu, við erum líka að tala um líkamlega heilsu. Og þessi mynd svolítið lýsandi. Þarna sjáið þið sem sagt gráa hringi sem stendur, inni það stendur frá 0 til 4 og þetta sem sagt stigagjöldin sem að fólk fékk á þessum AIDS-lista. Og síðan spurt hérna svona 15 mismunandi sjúkdómaröfganir sem birtist það við svona litum punktum og þá sjáum við að fólk sem með 0 stig á þessum bara með litla punkta og við sjáum stórkostlega mun þegar það kom 4 stig eða fleiri, hvort er það 4 eða fleiri eða bara 4 aftur að. 4. Og ef við skoðum bara stærstu hringina, til dæmis græni hringurinn, þetta eru líkur að sjálfsvígstilraunum. Fylgni við sjálfsvígstilraunir. Eftirfylgda rannsókn, þetta er raunverulega það sem kom út seinna á lífsleiðinni. Já, og þetta er ekki líka, þetta bara svona var staðar, sko. Þannig að græni hringurinn sjálfsvígstilraunir, guli hringurinn áfengisvandi, þarna mitt. Og svo þessi dauf húðlítaði þarna, þetta vímuefnaneysla. Svo þarna við hliðina á þessum gula hægra megin, það lungnasjúkdómar. Ég veit ekki hvort það tekist á reykingum mögulega, þú veist. En já, og svo þarna dökkblá þunglindi hérna, skáfur á gula. Þessi mitt. Og já, ég held ekki þessi. Jú, vinnutap þessi, vinnutap. Vinnutap og annað hvaða gulu var hérna krabbamein. Já. En allavega þetta er mjög svona sláandi. Og meira á þessari rannsókn, þarna sjáum við lífslíkur. Ef þú fengir 0 stig á AIDS-farðanum þá er líkur á að lifa í 80 ár, en 6 stig eða fleiri en þá búið að stytta lífslíkur 20 ár. Neðri myndin er síðan kostnað. Og guli litur, ég vil ekki að fara nánar það, guli liturinn er sem sagt produktífin til loss, bara minkur framleiðni og svo er bara þetta kostnaður í heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu. Já. Þannig þetta var AIDS og nú er svona pínu kaflaskipti hérna í fyrirlestrinum. Við ætlum aðeins að snúa okkur áfallastið til röskun. Röskunin sjálfri, þetta er einglæri hérna sem ég tala við og bara örstutt tíðnina. Hún er aðeins mismunandi eftir rannsóknum en talin vera á bilinu 5–14%. Einstaklingur upplifa það á lífsleiðinni. Og áhætta er mismunandi eftir áföllum. Miklu meiri áhætta á að fá áfallastreitu röskun ef þú hefur orðið fyrir nauðgun heldur en ef þú lent í bílslysi. Við sjáum það 57% þessu 9%. Og það er kynjamunur. Konur og stúlkur eru alveg 2 sinnum líklegri karlar til að þróa með sér áfallastreitu röskun. Og það er ekkert að skýra þann mun með tegund áfallsins. Kynjamunur fyrst þvert á ólíkar tegundir áfalla. Þannig að, hvað er það? Hvað er það? Svo er þá spurning af hverju sumir þróa með sér áfallastreitu röskun því eins og Valdís nefndi áðan að lenda flestir ef ekki allir í einhverjum áfallum á útveginni. Það er ekki að fá áfallastreitu röskun. Þannig að, og það er sem sagt ein af kenningunum að maður getur hugsað áfallastreitu röskun sem vísbendingu að það hafi orðið eitthvað svona, það klikaði bara eitthvað í þessu náttúrulega bataferli. Af því að fyrst eftir áfall þá gerum við ráð fyrir því að langflestir muni kannast við langflest einkenni sem eru í greiningarviðmiðum fyrir áfallastreitu röskun en síðan náttúrulega, já, eftir tímum áfalla, mögulega meirihlutin eða góðurhlutin sem bara þróar ekki með þessari áfallastreitu röskun. Og þá virðist það vera þannig að það er eitthvað sem stöðvar þetta bataferli.
Og eitt af því sem talið komast sterkt þar inn í, það forðun. Þannig að þegar við upplifum eitthvað sem óþægilegt, það bara mjög eðlilegt að við förum ósjálfrátt að reyna að forðast að hugsa það, forðast taka aðstæða sem minna atburðinn og þess háttar. Og það talið að það ekki svo byggt undir að kerfið okkar næri ekki að vinna úr því sem gerist. Og það meira líka á fólk þráum þessu áfallsröskun. Og svo segja að þá þessar ljóslifandi endurminningar og neikvæðar hugsanir að leiða svolítið fyrir flokka og forðunar. Þannig að það og forðunin eins og segja þetta, eðlilega virkar alltaf bara tímabundið. Ég nægja að losa mig við þessi óþægileikinn í smástund, koma það aftur og það myndast bara þessi vítahringur. Hugsanir eða tilfinningar kemur upp í frá mér, það virkar, mér líður betur, þangað til að eitthvað triggerar mér næst, það gerist þetta alltaf aftur á. Þannig að þetta svona þessi talið við það sem ýtir undir áfallsröskun. Þannig að það ekki bara neitt sem bara gott að vita, því þá ef maður að sinna einhverjum sem hefur lent í áfalli, þá getur maður rætt fólk þetta og það finnst að vera að reyna að vera ekki leyfa hugsunum, leyfa tilfinningum og að tóma. Það einhverju leyti minni líkur á að áfallsröskunin þróist. Þetta svo bara greiningarviðmiðin. Ég ætla líka að fara pínur hrætt yfir þetta, þannig að við höfum mögulega tíma til að fara yfir meðferðirnar og það sem við höfum seinni í hlutunum. Kannski eitt af aðalatriðum það að það alltaf bara viðmið að ég ætla að setja upp greiningarviðmið DSM af því þau eru bara aðeins nákvæmari. En þú verður að hafa upplifa atburð sem annaðhvort ógnar lífi eða upplifun að hann hafi ógnað lífi eða þá kynferðisofbeldi. Þannig að í daglegu tali þá köllum við rosalega margt áföll sem skilgreinast ekki sem áföll samkvæmt þessum viðmiðum. Ég get ekki greint eitthvað með áfallsröskun sem lent í einhverju atviki sem uppfyllir ekki þetta viðmið. Þannig að hún kemur alveg til mín og segist vera með áfallsröskun eftir kannski skilnað eða atvinnumissi eða eitthvað slíkt. Og það getur verið með töluverð áfallsröskun einkenni, en það getur í raun og veru ekki verið með áfallsröskun samkvæmt greiningarviðmiðunum. En svo þarf viðkomandi að vera með einhver einkenni úr þessum 4 einkennaflokkum sem það er yfir eftir. Þau þurfa að vera stærri lágmark í mánuð, þannig að talandi við erum ekki að greina einhvern áfallsröskun sem lenti í slæmu business í síðustu viku. Þá eins og ég sagði þá erum við að gera ráð fyrir því að við myndi vera að uppfylla meirihlutann af þessum einkennum og nú við bara ganga yfir. Þau eru alltaf að valda truflun og svo eru þessir svona specifiers, það getur verið með eða án hugráðseinkenna, það getur verið seint í birtingunum. Þannig að einkennin geta komið fram alveg töluvert eftir áfall. Þetta síðan þessi undir einkennin hverjum einkennaflokki. Í endurupplifun, það er að endurupplifa áfallið á einhvern hátt, það getur verið slæmir draumar, það getur verið áfallið sjálft eða bara almennt sem fólk að dreyma illa. Endurupplifun, þá erum við að tala svona flashback og það er ekki bara hugsunum að koma upp heldur í augnablik og þá líður mér eins og ég sé aftur í aðstæðunum. Ég segi oft þegar ég lýsi fyrir skjólstæðingum, þetta er svona klassíska dæmi úr amerískri bíómynd sem að hermaðurinn er aftur komið undir borðstofuborð af því að hann heldur í raunverulega stefnir aftur í sprengjuregninu. Og þá mun hann vera í endurupplifun með hugráðseinkennum af því hann veit ekki hvað hann stefnir. Svo er þetta líka bara þessar ágengu minningar, bara allt kemur toppminningum áfallið og það er að kalla fram lífauppbrigði líkamanum og bara alls konar óþægilegar tilfinningar. Bara forðunin, það er þetta, við erum dáðan, ekki bara að vera í það, ofurárvöknin, það er þetta að vera að vara sig og bregða auðvitað, getur líka verið einbeiti fyrir erfleikar, svefntruflanir og bara almennt svona pyrringar reiðikost. Svo er þetta svona almennt svona breytingar og hugsun og líðan. Þannig að minnisleysi var mikilvæga tækni sem snýra áfallinu sjálfu. Við vantar einhvern punkt úr atburðarásinn. Og svo er þetta breytingar á viðhorfum, andlátsfélína annarra, sjálfsögðsökun, sektarkennd, mjög algeng, almennleika líðan, vinni áhugi, þess aftar. Það er einhver bara svona vinklið að við tala ógeðslega hratt, en við erum bara, við áttum svolítið erfitt að takmarka okkur, þannig að við erum svolítið margaklærur. Og áfallsröskun stefndi að geta verið með eða án hugráðseinkenna. Og þá erum við að þegar þá þarf hann að uppfylla viðmið fyrir áfallsröskun
og ef að eitthvað minnir áfallið þá annarkvort eða bæði, ég vísa hérna eftir góðum þýðingum á depersonalization og derealization. Þannig að annað er þetta að ég bara upplifi mig svolítið fyrir utan sem ekki beint tengsl við sjálfa mig. Þannig að ég sé ekki bara í eigin líkamæli, þess að sé draumil, óraunveruleika kennd og bara, já, það er bara ekki alveg í tengslum við sjálfa. Eða þá að ég er ekki tengslum við umhverfur og getið óraunverulegt, fjarlægt, brenglað. Þetta sé eitthvað sem sumir upplifa en ekki allir. Og ég framhætti því bara nánari skilgreining á hugrófi. Þarna verður að tala hugróf bara tengt viðmiðunum í áfallsreituröskun. En hugrófi alveg eitthvað sama við uppglöfum. Þannig að þetta bara formelskilgreining það truflun eðlilegri samþættingu meðvitundar, minnis, sjálfsmyndar, tilfinninga, skynjunar, líkamsskynjunar, hreyfingar og hegðunar. Það þessi ferli sem venjulega starfa saman að þau einhvern veginn eru ekki að starfa nógu vel saman lengur. Þannig að sem einhver gæti upplifað að finnast hugurinn sinn vera að aftengjast líkama tilfinningum, skynjunum, umhverfum hugsunum, einhverju af þessu eða öllu. Þannig að hann bara næri ekki að vera hérna hér og nú. Þannig að, og þú veist, í meiktasta dæmi er þetta sem ég lýst á. Bara einstaklingur bara veit ekki hvað hann er, hann heldur hann sé raunverulega fyrir annars staðar. Það svona, já, það er ekki útgáfan sem við sjáum endilega oft en það gerist alveg. En hugróf er eitthvað sem er bara ósjálfrátt, það kemur oft út á streitfjöða og það er svona á rófi, þannig að þetta getur verið frá því að vera bara mjög væg upplifun sem að allendum íslöndum yfir í að vera bara alvarleg klínísk einkenni. Og alvarlegust útgáfan væri bara ef við komum hér ekki að upplifa sig í tengslu við sjálfan sig og hreinlega það yfir í raskanum þar sem fólk þarf að upplifa persónuleika. En hérna er bara þessi dæmi frá því að vera vægt, það er bara að vera í einhverjum dagdraumum eða vera keyra á vinnunni og maður ætlar að keyra í búðina en maður er allt í núna að stoppa fyrir hann heima hingað. Það er svona, já, það er með eitthvað hugróf sem er ekkert eitthvað sjúklegt að sanna þetta vel út af sig. Og svo þá bara yfir í þetta að jafnvel, þú veist, bara missa úr hlutu degi, heilu dagana og mjög mikil svona aftengi sjálfan sig og þessi sundraða sjálfsmynd. Þá erum við svolítið komin yfir í flókna áfallsreituröskun og þetta er væntanlega líka hugtak sem ég gerir fyrir því að flest heyrt og er kannski pínu í tísku, ef við lefum okkur að segja. Og virðist vera svona svolítið kannski bara svona í samfélaginu pínu misskilningur hvað flókin áfallsreituröskun er. Af því að ég hef fengið til mér einstaklinga sem að segja ég flókna áfallsreituröskun en manneskjan er samt ekki með áfallsreituröskun. Þannig að getur hann ekki verið með flókna áfallsreituröskun. Þannig að mikil áfallasaga þýðir ekki endilega flókin áfallsreituröskun. Af því að viðkomandi þarf að uppfylla viðmið fyrir áfallsreituröskun fyrst. Það eru reyndar ekki, hérna erum við allt í náttúrulega skipt greiningarkerfi og komin yfir í ICD-11 sem er reyndar við mikið eins og byrja að nota á Íslandi. Bara vegna þess að þar er til alveg skilgreining á flókin áfallsreituröskun. Hún er ekki til skilgreining sem sér röskun í DSM-5 en er samt mikið notið af við líka í Bandaríkjunum þá það að nota venjulegu skilgreiningu fyrir áfallsreituröskun og svona fylgiraskanir en í ICD-11 þá það með sérgreiningu og það er þannig að þú verður að upplifa fyrst bara og standard viðmið fyrir áfallsreituröskun og svo þarf það að vera að upplifa erfiðleika í tilfinningastjórn og vera verulegir, ekki bara svona stuttum tilfinningum. Það þarf að vera svona verulega neikvæð sjálfsmynd. Það þarf ekki að tala um eitthvað smá óöryggi, heldur það er svona, já, hún er mjög, hefur mikil áhrif á líf og svo eru erfiðleikar í samskiptum og nánd. Þannig að það þarf að vera með ágætu og svo einhver einkenni úr hverjum af þessum þremur flokkum. Og það er alveg að verður allavega eitt af áföllunum eða erfiðar lífsreynslu sem þú hefur lent í að uppfylla viðmið A sem ég var með áðan. Þannig að ef áföllin sem við komum til upp eru skilnaður og atvinnumissir og já, þú veist, jafnvel slangt tekið, þú veist, einelti sem fólst ekki í ofbeldi,
þá erum við ekki með neina atvik sem að uppfylla viðmiða í upphafi, þannig að það gæti eiginlega ekki uppfyll. Þannig þá erum við kannski að tala einkenni en ekki röskunina. Þetta er skýrt. Og þannig að þetta er ekkert eitthvað sem við greinum svona í ákveðnum klefjum. Þetta þarf alveg smá yfirlegu þar sem maður setji þessa greiningu. Svo bara svona samanburður, smá slettur þarna. En þannig að í bara venjulegri áfallsreituröskun, það eru kannski svona einkenni það tengist oft bara svona ótta ég tryggjast á einhvern hátt. En í flóknu áfallsreitu þá er það þau einkenni, en svo er það líka bara svona sjálfsmyndin og samskipti hafa alltaf. Þú getur alveg verið með alveg mörg áföll og samt verið einmitt bara með venjulegu áfallsreituröskun. En í flóknu áfallsreituröskun þá er það bæði oft, getur líka verið mörg áföll, en oft er þetta svona, eins og ég segi, þetta viðvarandi áfall sem erfitt að sleppa frá. Það er langvarandi heimilisofbeldi til dæmis, eða fólk sem reyna að halda í slyngu einhvers staðar í langan tíma, og svo verður eitthvað fleiri áfall, en við sjáum þetta alveg töluvert í það sem er langvarandi ofbeldi, hvað sem er sérstaklega það í æsku, en það getur líka verið þá langvarandi ofbeldi samband til dæmis á fullorðinsárum og svo þá einhver fleiri áfall. Í svona standard áfallsreituröskun, þá er þessi ofurárvekni, þetta verður rosa var sig, kvektur og svona, það er ábyrjandi, það getur að vera ábyrjandi í flókinni áfallsreitu, en það er oft meira að horfa á þetta með tilfinningastjórnuna og sjálfsmyndina. Og svo er þetta með einmitt, persónuleikinn ætti að vera tiltölulega óbreyttur en verða fyrir miklum áhrifum í flókinni. Ef ég er að spá í því bara hvort að einstaklingar sem ég er að tala við sé með áfallsreituröskun, þá bara hvernig ætlum meta kannski nefnt staðar, það er sjálfsögðu fyrir að miklu taka góða sögu sem þessum hópi þekkja vel. En bara ef það er áfall staðar, þá er bara gott líka að hafa í huga, ef maður spyr ekki beint út í það, þá segir fólk ekkert endilega frá því. Þannig að ef maður segir, ég er upplifað einhver áfall eða eitthvað í lífsreynslu, þá kemur það yfirleitt. En þá aðeins að tékka því, oft að koma og þægilegar endurminningar, við komum í mikilsforðun við ákveðna staði eða tilfyllingar, hugsanir, einhver óðarleg ótt og viðbrot staður og bara, og er vanlíðaninn að hafa þessi áhrif á þessi erfitt að sinna bara daglegu lífi. Setjum þennan punkt að það er ekki æskilegt að láta viðkomandi lýsa áfalli í smáatriðum áður en eiginlega áfallameðferð hefst. Og það er bara því að þá getum við verið að sérstaklega á fólk fyrir að burðast með eitthvað áfall svo lengi og ekki búin að opna það, búin að vinna úr þeirri líðan og meirandi niðri. Ef við bara opnum upp á gátt og erum ekki að vera að vinna með þetta, þá getum við í raun og veru verið að valda skaða. Og maður hefur alveg til því að fallin fólk sem hefur bara einhverstaðum, það getur líka alveg við bara sjálf bara upp, bara við veginn eða einhverju og bara rosa mikið og svo situr það eftir þetta, þá er allir vanlíðanin komin upp á yfirborðið, þannig nær fólk ekki að halda áfram sinni venjulegri forðun. Það er ekki að hýta þessu frá sér. Þannig að við viljum ekki gera það fyrir að við erum bara að fara í þessa formulegu úrvinnslu. Og svo þá bara, þú setja það inn bara einmitt fyrir heilbrigðisstarfsfólk kannski almennt, ef það eru töluvert truflanir til staðar, þá er bara mismunandi eftir í hvar þið eruð að hitta fólk, hvort að einhverju kannski eru með einhverja mannslista sem þeir notið en aðrir ekki, en það var bara taka þessa sögu og grunur áfallsreitu og svo bara að vísa áfram á viðeigandi úrræði. Oft væri þá fyrsta stopp heilsugæslan sjálfstarfandi ef þá við og svo þá þjónustu eins og okkar ef þetta er alvarlegur vandi sem þarf þverrfarleg úrræði. Þá erum við yfirleitt með fólk sem er líka með aðrar geðraskanir og bara töluverðan mjög hamlandi vanda. Þetta er svona helstu ráðleggingar úr nokkuð mismunandi klínískum leiðbeiningum. Það er til frá nokkuð mismunandi aðeins einfalda að setja það ekki allt inn hvaða viðmiði er, hvaðan er kopað, er þetta samantekt frá mismunandi klínískum leiðbeiningum
Það heilt yfir verið að hvetja bara öll þjónustustig til þess að vera að skema og greina fyrir áfallastreitu, vera með farveg, veita meðferð við áfallastreitu og stuðning við aðstandendur. Það spjallaði mér þegar ég var að ég veit ekki hversu góð við erum með því bara hér að taka aðstandendum. Meðferð ætla að vera markviss og beina sérstaklega úrvinnslu áfalls, mælt með áfallamiðaðri hugrænni áfallameðferð og svo EMDR. Ekki mælt með lyfjameðferð til að koma í veg fyrir áfallastreitu, til dæmis innan við mánuði eftir áfall og sérstaklega varað við bensólyfjum. Og almennt bara ekki mælt með lyfjameðferð sem fyrsta eða eina meðferðarúrræði í staðinn fyrir samtalsmeðferð, en oft mikilvæg viðbót með. Þetta það sem í rauðu, það eru þær meðferðir sem við höfum veitt á gangdeildinni. En sjálfsögðu bara mikilvægt að fara eftir klínísku leiðbeiningum og nota gagnreynda meðferð. Það þýðir að almennt tala áfallið ekki áfallameðferð áfallaúrvinnsla, það kostar tugir sumum, en ef fólk með áfallastreitu röskun, þá það ólíklegt til þess að vera nóg. Og þetta þessar sálfræðimeðferðir sem að klínískar leiðbeiningar eru yfir að mæla með. Það það sem heitir áfallaúrvinnslumeðferð. Fyrir nánar í hann á eftir, því hann hefur verið með hugræna athyglismeðferð við áfallastreitu röskun, hún inspiraður í sig, svipuð, en ekki alveg sem áfallur. Færsspjöldum, það bara svo mikið, fólk bara ákveðin átt að segja, fara ekki í gegnum áfallið og stundum berskjalda sig fyrir einhverjum tryggarum í umhverfinu eða eitthvað slíkt með aðstoð sálfræðings eða annars meðferðaraðila. Og svo þetta EMDR, við fyrir manns líka í hana, og NET sem sem ég betur að það eftir, en þetta þessar þrjá sem við höfum boðið upp á brauðið. Svo svo sagt, hugræn úrvinnslumeðferð. Þetta meðferð manual sem við fylgjum. Þetta sett upp svo 12 skipta meðferð, en ég samt lagt upp með höfundum og rannsóknum frá breytilegri lengd. Sumir þurfa slíkur tíma, og það sérstaklega við erum bara að vinna með ef einstaklingur hefur bara lent í einu áfalli og bakgrunnur til að stöðugur, þá hægt að fara gegnum það hraðar. En ef þetta eitthvað flóknara áfall eða mörg áfall, það getur þurft lengri tíma. En í þessari meðferð þá erum við samt að taka fyrir eitt afmarkað. Þannig ef við með einstakling sem hefur lent í mismunandi áfallum, þá veljum við hvað truflar mest. Og þetta almennt 50 mínútna meðferðartímar einu sinni í viku. Og þetta byggt á hugrænni atferlismeðferð, en hún sérstaklega aðlöguð að því að vinna með afleiðingar áfalla. Það helmingur fræðsla í þessu og þetta bara mjög skýrt á þetta ákveðið efni sem þú ferð yfir í hverjum tíma og einstaklingurinn fær alltaf heim með sér heimaverkefni sem hann vinnur á mildtíma. Og mikil áhersla á að vinna. Það mikil fræðsla, það hugræna kenningu, það berskjöldun í það því að við að segja meðferðaraðilanum frá áhrifum og vinna síðan verkefni sérstaklega út frá óhjáklegum hugsunum sem sitja eftir áfall. Og þetta bara með það sem hefur verið mikið rannsóknuð og sýnt mjög góðan árangur. Þannig að framhald það verið að vinna með viðhorf eða óhjáklegar hugsanir sem sitja eftir og þetta kemur sem við eftir eða reynum að finna hvaða viðhorf einstaklingurinn með sem passa í þessum mismunandi þemu, öryggi, traust, völd og stjórn, virðing og nánd. Svo eru bara dæmi hugsanir sem gætu setið eftir hjá einhverjum sem hefur upplifað og þetta mjög skiljanlegar hugsanir hjá einhverjum sem hefur upplifað en eru ekki hjálplegar til lengri tíma. Þannig að við erum að vinna í því að vinna á markaðstöðum fullt af verkefnum þannig að við komum sitja á endanum eftir með hjálplegri viðhorf. Ekki endilega einhver ofur jákvæð, því það ekki endilega raunhæft og við komum líka bara komin að horfast í augu við áfallið og leyfa sér að upplifa þær hugsanir og tilfinningar sem að sátu eftir hjá honum eftir það. Þannig stutttímnið meðferð, fjárfórangur, heldur hindranir þetta getur verið að ef skjólstæðingur ekki sleppa tökum á fórnarhegðun sem getur komið fram í að vera ekki að vinna verkefnin, vera mikið afbóðatíma, vera að nota vímuefni eða einhverjar áfallahegðun eða hann bara svolítið aftengist tilfinningarlega. Þannig að þarna ef að einstaklingur ellumst mikið í hugrófseinkennum sem þannig að hann bara algjörlega dofinn tilfinningarlega þegar hann segir frá áfallinu, þá
þess sem við kannski ekki að ná nógu góðum árangri. Það þarf að vinna með það sérstaklega. Þannig við þurfum að, kerfið okkur virðsbolti virka þannig, við þurfum að upplifa þessi tilfinningar sem komu upp í áfallinu til þess að það verði þessi úrvinnsla, bara tilfinningar til að ná að áfram. Þess að við höfum líka keyrt í hóp, prófum það í nokkuð skipti. Það, líka bara var mjög áhugavert aðeins öðruvísi. Við fórum bara í fyrir hópnum og það fekk nokkra einstaklingstíma. En þar hafði maður svo á móti þess að upplifun að vera í hóp sem var oft mjög hjálpleg fyrir fólk. En það eru líka aðra takmarkir, það er alltaf til mjög flott og þess að þar. Svo það sérst EMDR-meðferð. Við erum 3 ára til þess að við erum með þjálfun í henni og við höfum verið að nota hana líka. Hversu margir hafa heyrt EMDR sem eru í honum? Margir, ekki alveg allir. Og þetta svolítið bara önnur meðferð sem bara hönnur til þess að vinna með afleiðingar áfalla. Og yfirleitt þeir sem hafa heyrt EMDR-meðferð hafa bara heyrt einn hluta af henni. Af því að það einn þáttur af henni það sem við erum að nota, augnhreyfingar til þess að vinna úr minningunni. Og það þetta snýst úrvinnslu upplýsinga, svo sem erfiðra minninga, svona tilfinninga. En þetta sem 8 fasa meðferð og einn hluti af henni og það eru nokkrir fasar, það sem við erum að vinna afmarka með ákveðna minningu með augnhreyfingar. Hún er rosalega skringilega. En hefur heilmikil áhrif og bara rannsóknir eru að styðja að þetta virkar mjög vel. En það þarna gengið út frá greiningunum að það óuppgjörðar áfallupplifanir hafi varðveist í upprunalegu formi í heilanum og það eitthvað bara íkvæmst með það sem verður til þess að minningarnar umskast á annan hátt. Það verður líka bara heilmikil bara losun á tilfinningum og líkamlegum upplifun. Meðferð líka. Þegar fólk ofta að tengja svo mikið í úrvinnslu fasanum við hvað það eru að upplifa líkanum sem líklega eitthvað sem það upplifir þegar áfallið átt sér stað. Þetta þessi úrvinnslu fasi. Hann virkar þannig að við veljum náttúrulega þarna líka einhver ákveðna minningu til þess að vinna með og það ákveðið það svona format sem við fylgjum þess að meta minninguna og það ákveðin meðferðarhandbókurinn sem við fylgjum það líka og síðan eins og við bara að fá minningunni upp í hugan og svara ákveðin spurningum hana skjóðstæðingar sér til beint á móti meðferðaraðalega mitt og fylgir eftir með augunum bara stundum notuð önnur áreiti þegar hægt að nota svona tappa og eða axlir sumum meðferðum notuð hljóð. Það miklega eitthvað sem að virkja heila kvelin eitthvað eiginlega veitum við ekki alveg hvað gerist, veitum bara það eitthvað. Svo kallið tvíhliða örvun. Já, mjög þjálfstöð og tvíhliða áreiti sem við nota þarna. Og þetta þannig að einstaklega bara beðin að hafa minningunni í huga og svo gerum við þessar hreyfingar svona stund og svo bara spurt hverju fannstu fyrir núna. Og það bara mjög mismunandi hvað kemur upp. Stundum það sá fyrir mér hluta minningunni eða ég fann einhverja ákveðna tilfinningu en rosa oft þetta bara, fann bara verk í maganum eða fann til í hendinni það sem ég meiti meinslýsinu og svo bara beðum maður, einbeitt sem því, gerir þetta aftur og við höldum þessu bara áfram, þangað til að það að fara í gegnum þessi minningu á þennan hátt, það ekki truflandi lengur. Og það hljómar, ég er skynnt að maður að vinna með bara mjög erfið atvik að það sé hægt, og við erum aldrei, með áfallmeðferð heldur aldrei að vera þannig að minningin verði bara einhver algjörlega hlutlausri minningu. En það samt allt í einu orðið hægt að bara horfa á hann í huganum og þú ert ekki að aktiverast, mjög lélega íslensku. Þannig að, og í raun og veru, og þá samhliða í fyrir meðferðin sem ég er að lýsa, þar erum við rosa markvisst að taka óhjálplegar hugsanir og við þarfum að vinna með það, bara í afturmarkunum. Erum við líka að tékka á einhverjum hugsunum oft svona tengt manni sjálfum, hvernig þau eru þegar áður en við byrjum að vinna með minninguna, svo hvernig viðhorfið þegar við erum búin að því, og þá viðhorfið búið að breytast, annars að við höfum unnið með það markvisst, það bara breytist. Þannig að þetta mjög ólíkar nálganir sem að skila okkur svipuðum niðurstöðum, það er mjög áhugavert. Ég má skjóta inn í, þegar maður sé í svona EMDR-session sem heppnast vel og maður fer í þetta og stólarnir er svona stilt upp eins og 2 skip sem eru að mætast
og mannskja situr þarna og svo ég með fingurna hérna, finn þægilega fjarlægð og hraða, svo gerir maður svona helst hraða sesjón, cirka 30 sinnum og stoppar og einmitt eins og Kari segir, hverju tekur eftir og ef það heppnast vel þá manneskjan kannski eitt skipti þá finnur hún allt í einu svaka reiði. Ég er bara svona sem dæmi og svo kannski heldur maður áfram þá allt í einu svaka depurð og svo kannski allt í einu bara, ég finn bara hérna, mér er óglatt, þú veist, og hérna, ýmislegt er svo mismunandi sem að fólki finnur fyrir, en svo að þetta heppnast vel að þá kannski allt í einu komin þann tímapunkt og maður segir hverju tekur eftir og þá bara mannskjar hissa í framan og bara, það bara svona léttir, eða kannski að maður heldur áfram, já, skrítið, ég bara finn eitthvað frið. Þannig að þetta er ótrúlega. Mjög merkilega þetta, þú bara vil segja, hljómar ótrúlega skrítið, tíkilega, en virkar. Og þetta einmitt svona, bara svona skemmtileg mynd að sýna, að það hefur sýnt fram á það að manneskjan er beðin í skonum að hugsa atvikið sem er áður en fyrir meðferð og svo þá aftur, eftir meðferð tekin skanni, hugsað atvikið sem það lendir í og það er bara miklu minni virkni í þessum ákveðnum stöðum í heilanum. Þannig að við ætlum að vera að breyta og ég myndi í raun og veru giska á að það sama myndi eiga við aðrar áfallamenn, að atvikið sé rosa aktíverandi fyrir rosa ekki eftir. Bara rosa hættur við þetta, að þetta bara er meðferð sem að einstaklega nota og er alveg svona sitt af rannsóknum. Hún er hentuð því leyti til að nota þetta er svona skammyndi á meðferðarúrræði. Þetta getur verið hjálplegt ef maður er að vinna með einhvern sem annarkvort bara hefur ekki getuna til þess að vinna allir með svona einhver svona skrifleg verkefni eða eins og þannig að þetta hefur mikið verið notað með flóttafólki og hælisleitendum og meðferðaralinn þarf kannski að vera að vinna með túlki og það myndi flækja rosa mikið ef að þetta líka vera alls konar skrifleg verkefni og þannig er einstaklingur bara svolítið að segja það sem þessi mynd að þetta er raunverulega gert svona, það er lagt niður kontaðreipi og svo er bara fullt af blómum og fullt af steinum og við komum til setur niður svona hans tímalína, blómin eru bara jákvæð atvik lífinu, steinarnir eru áföllin. Og mann segir fyrir hvert og eitt, já þetta gerðist, þetta er það ég var með þessu ofbeldi, þetta er fyrir amadóm, alls konar mismunandi atvik og síðan farið í gegnum hvert og eitt af áföllunum og þannig að skjólstæðingar segja bara frá þeim og þetta er það bara best skjöldun á því leitum til, segja frá áfallinu og hefur upplifað tilfinningarnar og segja frá því þangað til að það er ekki truflandi lengur. Það er bara það mismunandi bara hvað þetta tekur mörg skipti og síðan þannig að farið í gegnum bara hvert og eitt, þannig að þetta er ekki truflandi og meðferðaralinn skráir allt niður og tekur saman samantekt í bók fyrir einstaklingin. Þannig að þetta er svona, það verður alveg einhver úrvinnsla og er ég hefur prófað þetta með einstaklingin þess að átti bara mjög, þegar ég var þá komin með EMDR-þjálfunina eins og í dag myndi ég frekar reyna EMDR en ef maður er ekki með það, ef maður er bara með hugræna meðferð þá er þetta svona hjálpleg viðbót. Þannig að þetta er kannski líklega ekki jafn ítaleg úrvinnsla en allavega þegar maður getur ekki gert hitt þá er þetta leiðins að ná einhverju úrvinnslu frá einhverju svona bergöldur. 2 gærir eftir og 3 mínútur. Já. Þannig að og aðmálið bara varðandi þá flókna áfallsstreitu að það er einfaldlega sem segir það, að það er alveg hægt að ná árangri í meðferð, þetta er ekki einhver lífstíðargreining, en bara, já, yfirleitt er það einhver svona einföld berskjöldunar meðferð ekki nóg og meðferðin þarf að vera þrepaskipt, það þarf ekki áherslu á tengsl, það er svona einstaklega í sínu lífi, en svo líka þarf bara sérstaklega að vinna með meðferðartengslin, þetta vinnum alltaf með þau, en þau verða alveg einstaklega mikilvæg í flókinni áfallsstreitu og yfirleitt þarf þetta bara að vera alltaf yfir lengri tíma, þetta er bara miklu flóknari meðferð og það sem er það sem er alveg mælt með í er að þetta sé einmitt þessi þrepaskipti og það sem er fyrst þessi stöðugleiki og öryggi þar sem maður bara byggja upp tilfinningalega stöðugleika og kenna einstaklingum að upplifa þessu innra öryggi eða í raun og veru kannski bara ákveðna slökun og ró áður en áfallsþjónustan hefst. Þetta er eitthvað sem við gerum alltaf að einhverju leyti. Við viljum að við erum að fara að ræða rosa erfið atvik að skjólstæðingurinn kunni líka að róa sig niður. Sumir eiga bara mjög erfitt með þetta. Já. Manneskja sem er bara búin að vera í einhver survival mode allt sitt líf og þú ert að fara að segja henni að sleppa því. Það er bara, maður mætir rosa mótstöðu og maður þarf að fara í það bara í einhverju drópateljara.
þannig að einstakar æfingar, einfaldar æfingar sem við kennum skjólstæðingi venjulega að þær eru bara ekki að djóða til, það bara að kenna svona einfaldar svona æfingar þar sem við kennum ekki að búa sér til eitthvað svona öruggan rólegan stað í hugunum, virkar bara vel með langflestum fyrirfólkum og flóknum áfallsveitum. Það er hreinlega vanlíðan við það að reyna að slaka á. Þannig að þá þarf maður að gera þetta í miklu minni skrefum og já, þannig að þetta er svona, þetta er stig sem við myndum alltaf nota í meðferð, en í flóknu áfallsveitu þá þurfum við ofta að eyða rosa miklum tíma þarna. Við getum alveg í sumum tilfellum verið að tala um bara, já, marga meðferðartíma. Svo er það þessi úrvinnsla áfall, þar sem maður myndi vera að nota einhverja af þessum meðferðum sem við vorum að nefna og þetta einkenni, auka of á einkenni þegar maður er búinn að gera þannig undirbúning. Og svo er það kannski ennþá mikilvægt þarna aftur í lokin að eyða tíma í einhverjum svona uppbyggingu og samþættingu. Maður er ekki svona að vinna úr hérna mismunandi áföllum og það er bara að vinna með tengsl, vinna með sjálfsmynd og svona þá við lífið eftir áfall. Ok, þá erum við eiginlega bara, ég veit ekki hvað við gerum þetta, lýsafni, já, við erum bækundar. En hérna, já, þegar kannski marg er þarna body keeps the score, það líka geymir allt. Svo er hérna Sapiro, það er höfundur af EMDR meðferð, bók sem er miðuð af skjólstæðingum. Svo er hérna mjög skemmtileg bók á íslensku, þessi handbók bata eftir áfalli þolendum og áfalla. Hún er bæði til, þessi titill er minni útgáfan sem var svona paperback útgáfa, en mjög svona sjónræn, svo er til stærri bók sem er harðspjalda. Það eru mjög svona sjónrænar og myndskreytingar. Já, og bara ótrúlega hjálplegar til þess að skilja áföll og mjög hjálplegar til að sýna skjólstæðingum. Og það er ekki fleiri en beinar og annað. Ok, einhverjar spurningar? Við náðum þessu fyrir nýjófnum. Við erum náðan tíma, sko. Við hefðum alveg getað verið með ykkur í 2 tíma, sko, með efni sem við hefðum viljað fjalla. Já. Það er að finna fyrir, eða það maður er að skilja fyrir áfallastöður og hjá okkur sem er að koma kannski með svefntruflanir eða kvíða eða eitthvað annað. Og þá maður ekki að fara í einhver dífeil á áfallastöður. En eru þið mælið með að vera að spyrja út í áfall og spyrja það beint út í, var það lífsóknandi eða var það eitthvað ókvæmdi kynlífsóknandi eins og við? Það er allt í lagi að fólk segi hverju það hefur lent í og bara ef ég er að ef ég væri skjólstæðingur bara í fyrsta skipti og bara taka áfallasögu, þá myndi ég bara segja bara að ef ég er ekkert sérstaklega að fara að meta áfall ég er bara að hitta eitthvað sem ég hef ekki hitt áður og segja bara ég er bara búin að spyrja út í æsku og þá spyr ég en hvað með áfall stuttmáli er einhver áfallasaga og ef einstaklingur er að fara að byrja að lýsa bara já, ég lendi í bílslysi fyrir 2 árum og þá er að fara að lýsa atburðarásni, þá væri ágætt að bara kannski aðeins ég ætla bara að fá mjög litlar upplýsingar hvert. Við skulum ekki vera að opna alveg á þetta en það er allt í lagi að spyrja hvað er áfallið og sem er með áfallasögu, það getur yfirleitt alveg sagt bara já, ég var það var mikið ofbeldi á heimilinu og svo lenti ég í einhverju þegar ég finn frá og svo ég var 20 og fólk er í raun og ofta og það er ótrúlega gott að segja frá þessu eins og það sé að bara tala hvað allar matinn. Þannig að sem að bendir til þess að það er mögulega hughrifsengin til staðar, þannig að líka gott af það. En já, þannig að það er ekkert hættulegt að spyrja hver áfallin eru, en bara en ef okkur ætlar að fara í ítarlega lýsing hvað það gæti ágætt að reyna aðeins að stoppa það af. Ok. Nógu skýrt svar. Spurningar? Já, spurningar. Bara þökkum við fyrir góða áheyrn. Já. Gerum það. Takk fyrir.